en ég býð Marínó G. Njálsson velkomin í pontu. Já, gott kvöld. Ég þakka fyrir að fá að vera hérna. Mig langar aðeins að fjalla tölulega staðreyndir. Þær voru dálítið fólk að fara í að þeim hérna aðan. Og það byrjaði hérna á því verðtryggingin í notkun. Samkvæmt tölum Seðlabanka Íslands þá eru verðtryggð lán heimilanna voru eitthvað 1285 milljarðar núna í lok september. Ég ákvað að reikna þetta með tölum frá Seðlabanka frá 97 og ákvað að framreikna hvernig verðtrygging hefði virkað og mín niðurstaða var sú að miðað við það að öll lánin, við skulum segja bara í lok árs 97 hafi öll lánin verið hrein, það er að segja verið búið að bæta neitt í verðtrygginguna sem alltaf er ekki, það er alltaf helmingurinn var þá líka verðtrygging. Að í dag að þá tókum við sem sagt 600 milljarða að láni og svo bættust 685 milljarðar ofan á það sem við skuldum í dag sem er verðbætur. Og þá erum við búin frá 97 að borga eitthvað svipað, þess að 600 milljarðar til viðbótar. Þannig að það má eiginlega segja það að verðtryggingin sé að hún svona viðheldur sér dálítið vel sjálfri og við erum ekki farin að borga neinu viti niður lánum okkar frá því 97. Við erum bara búin að vera að borga verðtryggingu, verðbætur og vext á það og svo vexti á lánunum sjálfum. Þetta náttúrulega hrikalegt. Ég þekki mann sem tók 8 milljón króna lán 1989. 8 milljónir. Hann er búinn að borga samviskusamlega á þessu láni alla tíð. Ekki sleppt út gjalddaga. Hann skuldar í dag 21,5. Veitu, hvers konar kerfi er þetta? Er þetta eðlilegt? Ég get ekki annað. Ég tók frekar hóflega námslán. Endaði á því að vera með einhver 1350.000 í námslán eftir mitt nám 1988. Ég er búinn að borga 4% af launum mínum á hverju ári síðan þá plús viðbótar fastagjaldið og ég skuldaði það 800.000. Ég meina, þetta er saklaus upphæð. 1350.000, ég er búinn að borga 4% af launum. Þetta er samt svona. Er þetta eðlilegt? Nei, þetta er ekki eðlilegt. Þetta er fáránlegt. Hérna er ég ætla ég að skoða núna eftir lán sem er 10 milljónir tekið í maí 1988. Ástæðan fyrir ég tek maí 1988 vegna þess að þá var núverandi vísitala stillt á 100. Þægilegt að nota hana. Lánstími til 40 ára og skoða þetta miðað við mismunandi verðbólgu. Og hérna sjáum við skjal, súluritt, og það sem er lengst til vinstri, að þá sýnum við raun að vera óverðtryggt lán. Við borgum jafn mikið í afborganir eins og lánin var, svo koma vextir og svo heildargreiðsla. Svo eftir því sem færum okkur lengra, að þá eykst verðbólgan og þá sjáum við að það er lítil rauð súla sem byrjar fyrst og hún er orðin býsna stór síðast. Það vísu erum við svo heppin að það hefur ekki verið meðaltali 7% verðbólga á þessum tíma, en hún er bara nokkuð góð. Þessi rauða súla er kostnaður okkar af verðtryggingunni. Það er að segja, þetta er verðtryggingin pluss vextirnir. Er þetta eðlilegt? Nei, þetta er fáránlegt. Og við sjáum að litla bláa súlan, það er það sem við tókum að láni. Já, þessi pínulitla ljósbláa, það er það sem við tókum að láni. Stóra bláa súlan er það sem við höfum að greiða. Þetta er náttúrulega gjörsamlega til höfn og rauntölunar eru sem sagt raunverulega þróun frá 88 til dagsins í dag og frá deginum í dag er síðan nota 4% verðbólga út lánstíma.
Þannig að 10 milljón króna lán, við þurfum að greiða 59 milljónir í kostnað af verðtryggingu af 10 milljón króna láni á 40 árum með að vera raunveruleika. Og við þurfum að borga 81 milljón í það heila af því að hafa tekið þetta lán. Þetta er ekki eðlilegt. En hvað gætum við sett þak á verðbætur? Og mig langar að spyrja, hversu oft hefur verðbólga verið 4% eða lægri á síðustu 20 árum, það er frá janúar 1992 til janúar í ár. Og ég ætla að gefa ykkur kosti A 3 skipti, B 6 skipti, C 9 skipti og D 12 skipti. Hvað eru margir sem myndu segja D hérna, má segja hendur? Ok. Hvað eru margir sem myndu segja B? Ok. Herðu, ég ætla ekki að telja þetta. Á, koma hérna. D. Í 12 skipti á síðustu 20 árum höfum við haft verðbólgu upp á 4% að vinna. Þannig að ef við hefum haft 4% þak á verðtryggingu á þessum tíma, þá hefði fjármagnseigandinn ekki tapað neinu. Nei, ég veit það. En bara til að sýna ykkur þetta, á 10. áratökum eða fyrstu 10 árin, þá var það bara tvisvar sem verðbólga fór yfir 4%. Næstu var það aðeins oftar, en við sjáum það líka að flest af þeim skiptum var eftir að bönkunum voru gefnar lausar hendur. Það var bara, þannig að við getum alveg sagt það að meðan hér var ennþá stundu bankastarfsemi, en ekki okurstarfsemi, þá var allt í lagi. Það var ekki svo mikið verðbólga. En leið og við hleyptum hestinum á skeið, að þá náttúrulega fór hann á alveg. Þetta er síðan verið að sýna hvernig hefur verðbólgan verið frá því að mælingar hófust. Það er sem sagt fyrstu mælingar eru frá 1939 og verðbólga er búin að vera yfir 2 milljónir prósenta frá því 1939. Og það er náttúrulega við þurfum ekki að vágera þessu. En Íbúðalánasjóður getur leyft fólki að lengja lánin sín í 70 ár. Þetta er náttúrulega á ekki að bjóða upp á það. En þá er það raunávöxtunin. Hvað hefur hún átt verið, hver hefði hún verið síðustu 20 ár? Og ég býð þarna aftur sjákosti, 1,3%, 2,4% og 3,5% og 4,6%. Og þetta er miðað við það að lánin hafi verið með 5,1% vexti. Og ég ætla ekki að telja þetta neitt, það er C, 3,5%. Þannig að ef við hefum hatt 4% þak, fólk verður að borga 5,1% vexti, þá væru lífeyrissjóðir að fá sín 3,5%. Þannig að þeir þurfa ekkert óhægt að verðbólgu. Ég ætla bara að hlaupa við þetta, það er komið hérna miðið á mig. Kröfur hagsmunasamtakanna voru að setja yrði afturvirkt 4% þak á árlega verðbætur frá 1. janúar 2008. Margir hefði frekar viljað nota 2,5% og það er svona hugmynd sem er í gangi. Hugmyndin var það að þakið myndi haldast í nokkur ár en eftir það lækka niður í 3,21 þar til verðtrygging á neytendalánum verði afnumin. Við höfum aldrei talað um það að afnema verðtrygging alfarið. Mér er alveg sama þó að einhver banki láni einhverjum öðrum banka verðtryggt eða einhverjum fagfjárfesti. Það er bara þannig að neytendur eiga ekki að búa við verðtryggð lánakjör. Núna er krafan svo að við viljum afnema þetta strax. Hagfræðistofnun Háskólans var fengið til þess að reikna út svona ýmsar hluti fyrir af kröfu hagsmunasamtakanna og ég ætla að fá að birta örfáðatölur. Að þeir reiknuðu út að í byrjun janúar 2008 hafi verðtryggð lán heimilanna verið 972 milljarðar.
Þessi tala hefur hækkað 350 milljarða síðan, þrátt fyrir, eða það að verðbætur hafa lagst honum upp á 350 milljarða, þrátt fyrir það sem við erum að greiða lánunum. Ef forsendubresturinn miðað við að við höfum 2,5% þak, þá það 259 milljarðar sem við myndum vera að leiðrétta. Ef það miðað við 4% þak, þá það 209 milljarðar. Vissulega eitthvað þessu búið að leiðréttast, en ekki allt. Tillaga sem ég lagði strax fram í október 2008, hefur síðan verið nefnd oftar en einu sinni, og verið að vinna svona pínlítið eftir sums staðar í þjóðfélaginu. Það svo að hluti verðbóta verði bara tekinn til hliðar. Þessi forsendubrestur var tekinn til hliðar og verið bara þurrkar af lánafólks. Og það yrði sett í einhvers konar bjargráðasjóð sem sæi að greiða þetta. Höfuðstóllinn yrði náttúrulega hjá heimilunum lækkast en þessi nemur, og þessi sjóður bæri einhver óverðtryggða vexti og myndi greiða kröfueigendum þetta. Ég ætla að óska eftir þolinmæði hérna smás. Hann myndi fá einhvers konar skattstoff, og vissulega þá myndi vera greidda vaxtabætur á þessu láni. Það að segja, ef við værum með þetta lán á okkur, þá fengjum við vaxtabætur út af þeim. Þannig ok, tökum þær vaxtabætur og látum bjargráðasjóði fá það. Leggjum síðan eignaskatt á banka og lífeyrissjóði, og þessi eignaskattur hann þyrfti ekki að vera nema innan við 0,2% til þess að borga þetta niður. 0,2%, hvað það? Það ekki neitt. Síðan sérstakur tekjuskattur á ofurhagnað bankana, var ekki, hver var það 99%, það var hérna uppi, það ekki. Þarna já. Ég var búinn að stinga upp á 95%, þannig að þegar þú sagði 99 þá kinkaði ég kolli til Margrétar Tryggva sem situr hérna hinum megin, af því að þau hafa líka rætt þetta til. En það hægt að nota þetta, og síðan verðum við að gæta því að það búið að leiðrétta. Ef þetta lán væri til 25 ára, og við værum með 3,5% óverðtryggða vexti, þá væri verið að borga, og þyrfti þessi sjóður að hafa tekjur upp á 8,3 til 15 milljarða á ári til þess að borga þessi lán niður. Og það væri gegnum eins og ég segi, það væri ekki við sem skattborgarar að greiða þetta nema því til sem kemur að þessum vaxtabótum. Séu vextinni 5%, þá þetta aðeins herri greiðsla. Þetta engin stór tala og þetta framkvæmanlegt. Og ég hef það innan úr frá hátsettum manni innan lífeyrissjóðakerfisins að það sem við þurfum bara að gera, við þurfum bara að segja við lífeyrissjóðina: þið eigið að taka þátt í þessu. Við höfum ekki að spurja þá: viljið þið taka þátt í þessu? Það dálítið málið í þessu öllu að við eigum ekki alltaf að fara bónleið til búðar. Við höfum valdið til að segja þeim að þetta á að gera. Og svo vil ég taka undir það sem var sagt hérna áðan, og þetta hluti sem við bæði hjá hagsmunasamtökunum sögðum oft og hefur verið haldið áfram. Við höfum ekki að horfa á kostnaðinn, við höfum að horfa á ávinninginn. Og ávinningurinn svo að okkur líður miklu betur og við búum til framtíð fyrir börnum okkar. Tvær stuttaklærinni viðbót. Það ekkert sem segir að húsnæðisleg lán eigi á öllum tíma að vera með jákvæða raunvexti. Það ekkert sem segir það. Það eina sem segir það að yfir lánstíman að þá geta bankar eða lánveitendur gert þá kröfu. Verðtrygging tryggir ekki 3,5% raunávöxtun lífeyrissjóðanna. Það góð fjárstýring sem gerir það. Og fjárfestum eiga ekki að standa til boðar öruggar fjárfestingar. En það nefnilega kom fram í skýrslu Askar Capital verðtrygginguna. Og lokum sem sagt almenningur á ekki að taka þessi alla áhættu vegna þróun verðbólgu, það að lágmarki á að dreifa áhættunni.
Þak á verðbætur hvetur fjármálafyrirtæki til að viðhalda stöðugleika því að þau munu vilja koma í veg fyrir þenslu og lífeyrissjóðir skaðast ekki af afnámi verðtryggingar. Slíkt eykur aftur kröfur til virkrar fjárstýringar. Þeir þurfa að hafa fyrir hlutunum en ekki fá þetta ókeypis. Takk.